Veistu hvar ég er? Ég við Jökulsárlón og fór í siglingu og hitti eigandann hann Einarbjörn og hans trygglinda aðstoðarmann Ágúst. Og það var æðislegt. Sjáðu þetta. Hey, komdu á lónið. Við lofum því að það verður svaka mikið stuð. Hey, við siglum kátir á hjólabát eða snekkjum jökullónsins djúpa haf. Hey, það vegna okkar sem heimur kemur og skoðar okkar land. Komdu við og kistu sér. Við lofum því að það endar vel. Demandaströnd og Eysturfellsfjara. Hey, við kynnum nýjung. Þú siglir sjálfur lón á döstöflum. Hey, komdu í ágúst. Flugeldarnir segja búm búm búm. Enginn sigrar okkur, því lónið okkar langbest. Skinsey og Helsingjar, Ristasellir og Ísmolar, kamrar og túristar, hjólabátar og snekkjurnar. Ég ætla að byrja því að segja takk. Takk fyrir að gefa okkur tíma. Takk fyrir að gefa mér, okkur, þetta tækifæri. Takk fyrir að gefa mér og flokknum mínum þetta tækifæri. Með þessari kosningu innsiglum við, tryggjum. Með þessari kosningu tryggjum við að bærinn, sveitafélagið, sýslan, bærinn það betra. Bærinn, útgerðin, þarf á þessum sigri að halda og við framsóknarmenn þökkum traustið. Sem oddviti ábyrgist ég að bærinn minn blómstra eins og vorið sjálft. Svona, kom svo Ásgeir og oft gert áður, kom svo. Oft tala svona. Ásgeir, við töpuðum. Andskotinn sjálfur.
enginn tekur mér flöskuna frá. Horfum nú á sjóinn, hendum svo á gólfið, dönsum inn í annan heim. Þó, þorra blóð, röðin, mældu þér mót. Kóið á brott, loksins, það nú flott. Allir að blóta, fá sér pung og njóta, og enginn tekur mér flöskuna frá. Horfum nú á sjóinn, hendum svo á gólfið, dönsum inn í annan heim. Brennivín, fáðu þér glas, skemmtu þér og ekkert bras. Þú munt ekki muna neitt, allir að njóta, gleði upp til hópa, skemmtið ykkur vel í kvöld. Brennivín, fáðu þér glas, skemmtu þér og ekkert bras. Þú munt ekki muna neitt, allir að njóta, gleði upp til hópa, endalaust alla höll. Jæja, ætlum að vera ekki að fara að vinna eitthvað? Þessi fiskur flakar sig ekki sjálfur? Nei, segðu. Þetta helviti slórmaður, ha? Já, þetta eitthvað. Já, heyrðu, það fyrir nú að styttast í sveitastjórnarkosningarnar. Ekki fórstu á nú fundin í Nýheimum daginn? Nei, svoleiðis anskotans lofur að samkomur reyni og að forðast eins og heitan eldin. Nú, hvað meinaru? Mér finnst þau öll svo frábær og málefnaleg og... Já, veistu hvað? Ég myndi kjósa þau öll ef ég gæti. Jæja, það var þá. Jæja, þá erum við mætt hér í kvöld og liðin eru 3 að þessu sinni og fyrst ber að nefna Sjálfstæðisflokkinn. Verðið til að stíga fram og kynna ykkur. Góða kvöldi, ég heiti Gauti og ég matreiðslumaður og svo ég líka jógaeiginmaður, núverandi en fyrrverandi gistiheimiliseigandi. Svo á ég sumarbústað upp í Lóni og þar vil ég helst vera. En ég líka number 1 á N1. Já, þakka fyrir og þú verður þú til að kynna þig. Komið sæl, ég heiti Hjördís. Ég crossfit-drottning. Svo ég hundamamma, svo sætt. Krakkamamma. Ég fjármálastjóri hjá Gröfuþjónustu Olgeirs. Og svo ég líka þjónustufulltrúi hjá Sveitarfélaginu, þar sem ég sé alla reikninga, lesa alla fundagerðir og ég trúlega vanhæf í flestum málaflokkum. Já, einmitt. En hvað á liðið ykkar að heita? Hjördís, þú verður að ákveða það. Actually, töffa heitir bara Bláa höndin. Já, Bjarni verður ánægð með það. Við erum Bláa höndin. Takk ykkur fyrir. Næsta lið sem ber að kynna lið Framsóknarflokksins. Sælverði, Ásgerður Kristín Gylfadóttir heiti ég og ég reynsluboltinn hér inni, bara svo það sé á hreinu. Ég fyrrverandi varaþingmaður á alþingi okkar Íslendinga. Ég jógakennari og fyrirtækjarekstri í mörg ár. Svo hef ég verið bæjarfulltrúi síðan á síðustöld. Já, hæ, Björgvin heiti ég og verkfræðingur á stofunum minni Verkhof. En þar ég aðalega að sjá öll skipulagsmál fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð. Já, og liðið ykkar, hvað á það að heita? Blasir það ekki bara við? Skinney Þinganes. Er það ekki freka gróft?
Kannski. Er ekki bara best að heita Framsókn? Það kjósa allir Framsókn. Við erum Framsókn. Já, klappið fyrir þeim. Svo að lokum ber að kynna nýliðun okkar. Væri þið til að stíga fram? Eyrún heiti ég og er nýfluttinga. Ég er konan hans Jóhannesar í golfskálanum. Ég er kynjafræðingur og kennari. Gott kvöld. Ég heiti Guðrún Stefanía Voppfjörð, Hornafjörð, Vestfjörð Ingólfsdóttir og ég bjó einu sinni á Mýrunum. Ég vinn hjá Vatnajökulsþjóðgarði þar sem umhverfismál eru allt ofar öllu. Já. Takk ykkur fyrir. Hvað má bjóða ykkur að kalla liðið ykkar hér í kvöld? Hvað segir keks? Keks. Er það ekki svona skrítið? Það borða allir keks. Og svo er ekki verra að það hvorki kallkyn er kvenkyn heldur hvorugkyn. Já, þakka ykkur fyrir. Þá bara dembum okkur í fyrstu keppnina og ég ætla að biðja bláu höndina að stíga fram og stafa fyrir mig frysta skóflustungan. Þið megið stafa hann í nútíð, þátíð eða framtíð. Hjördís, þú sérð þetta bara. Eiginlega ekki. Ég er vanhæf. Ok, þá bara drífum við okkur í næstu keppni. Ég ætla að biðja ykkur að stíga hérna fram og segja eitt orð sem tengist kosningaloforðum ykkar. Líkamsræktarstöð. Flytja tjaldsvæðið. Sko, ég get ekki betur séð en það sé til skítnu og peningum eins og sveitafélagi, þannig ég ætla bara að gera allt. Flokka meira. Ég vil líkamsræktarstöð. Opin stjórnsýsla, umhverfisvernd, fjölskylduvænt samfélag, lífrænt. Göngustígur inn í Nes. Keks. Fyrirlifill íþróttahús. Nei, líkamsræktarstöð. Nei, fyrirlifill íþróttahús. Sindri. Gefðu okkur séns, við viljum fá stórt. Hvað vilt þú? Eitt stórt hús, íþróttahús. Hvað vilt þú? Halda áfram hér og fara ekki neitt. Hvað vilt þú? Gefðu mér séns í síðasta sinn. Helst ekki neitt, alls ekkert nýtt. Ég gæti stjórna fundunum, það var ekkert úr böndunum. Svo vil ég bæjarstjórn, elítan, slakastuð, valdóttur, fara á fund, eilegt í lund, rosa mál, sundurdagsál, þægileg innivinna, peningar beint í vasann. Við erum ný og alveg gers. Hvað vilt þú? Bjóð ykkur út, við erum svo kjút. Hvað vilt þú? Ykkur ég fíla, vinnum saman. Hvað vilt þú? Listir og grín, lífrænt og vín. Við gætum unnið vel saman, verið á kvöldið allt saman. Svona förum öll á hús. Því ég vil bæjarstjórn, elítan, slakastuð, valdóttur, fara á fund, eilegt í lund, rosa mál, sundurdagsál, þægileg innivinna, peningar beint í vasann.
Hörðu, þá vantar okkur bæjarstjórið þegar ekki? Jú, manst ekki, við ætlum að ráða eina atvinnulausa mannin á Djúpavogi. Já, helvítis Framsókn, nei, skinnið Þinganes, þau réðu hann til sín. Hæ? Hvað gerum við þá? Bíða aðeins, ég á vin. Já, Elli. Blessaður. Heyrðu, þekkir ekki eitthvað sem er svona geggjaður eins og þú sem að getur komið til okkar? Húsnæði? Jú, það verður klárt. Það verður klárt, kallið mín. Blessaður. Blessaður, Sigurjón. Gjörðu svo vel. Veistu Gróa, ég heyrði að löggugreyin, þau fá hvergi kaffi lengur. Þau koma allstaðar að lokuðum dýrum. Einmitt, andskotans aumingja gangur alltaf hreinn. Það nennir enginn að vinna neitt lengur. Þetta snýst allt lífi hjá þessum reflum að komast í kaffi. Er ekkert að gera hjá þeim eða? Já, ég meina Devil's Racing, þeir eru hættir, þannig að bæjarbúar, þeir eru bara algjörir englabossar. Þessar mannleysur geta þá haldið áfram að hrjóta við hafnabrautina. Afsækið mig. Framandi degi. Eru það að tala illa gæja minn og vina hans í löggunni? Já, þú getur nú bölvaður upp á það. Við getum sko sagt ykkur allt um þau. Þau eru hetjur bæjarins. Þú hefur þannig áhrif
Guðbjörg vefur þeim fingur sér. Með því að sýna hörku, kjark og þor. Þú veist ekki hve heitt ég óska mér. Að vera bara komin í þeirra spor. Svarthvítir bjargvættir, svarthvítir bjargvættir, svarthvítir bjargvættir, þið bjargið bænum hér. Jæja, varstu búin að heyra frá fyrstu skóflustungunni? Nei, býttu nú við, hvað meinaru? Nú þá loksins að fara að byrja okkar langþráða hjúkrunarheimili. Þú þá kannski bara loksins kemst á það fyrir rest. Nei, þú láttu þig nú dreyma. Ég vil löngu dauð þegar það verður tilbúið. Og örugglega þú líka, þú heldur áfram þessum ófugniði. Hvað, þetta er allt í hófi hjá mér. Já, þú segir það. Annars var þetta allt því vandralegasta mál. Ég heyrði að gamlingjarnir þeir leiðu dag við nótt með skóflurnar og verið að grafa helvitis grunninn sjálf. Kolla, hvað eru þið að gera hér? Elli fucking CrossFit. Hvað eru við að gera hér? Hvað eru þið að gera hér? Ég má alveg vera hér, eða ekki? Nei, ég kom hingað á undan. Og hvað með það? Ég var með Lilju Strong. Ég bjó hana til. Já, Lilja núna hjá mér, hún segir að þið séu bara wannabes. Já. Ég er með miklu fleiri kúna en þú. Ég er með miklu sterkari kúna en þú. Ég er með samningu sveitafélagið. Það er ekki neitt, ég er með samning við Skinnið Þinganes, bitch. Halt þú kjafti, litli snúður! Vissir þú, Gróa, að hér á Höfn býr sko heimsfrægur leikstjóri? Ha? Já, og veistu hvað það er meira? Hann á sko bróður sem er alveg moldríkur og svo er hann alltaf í fínum fötum. Já, hann klæðir sig alltaf eins og kettling. Velkomin á kvikmyndahátíðina í Cannes. Ég býð Monsieur Pálmason velkomin á svið. Takk. Það er aldeilis að þú ert að styðja við franska hönnun. Já, ég geng ekki í neinu öðru heldur en svona rándýru dressi. Louis Vuitton.
Oui, très bien. Segðu mér nú, Monsieur Pálmason, hvað að frétta af nýjustu kvikmyndinni? Já, það nú hann Hlynur bróðir. Já, þarna kemur hann. Það þarf eitthvað að dressa kallinn upp. Full sveitó fyrir okkur. C'est ça, c'est Monsieur Pálmason? Ah. Sí. Blessaður, Hlynur. Hvað nú að frétta af kvikmyndalífinu? Já, það nú ekki mikið að frétta kvikmynda af menningarmálunum á Hornafirði í augnablikinu, en þó erum við Soffía Auður og Stefán Sturla við menningarlegt samstarf. Þar sem að við munum meðal annars vera með rithöfundakvöld. Og þar mun Soffía Auður lesa upp úr Þórbergs Þórðarssonar yfir kvikmynd minni sem að sýnir rotnandi hest. Fantastík, og hvernig kemur Stefán Sturla inn í þetta samstarf? Já, Stefán Sturla mun svo koma til með að túlka þjáningu hestsins fram á dauðdaga og nýta sér leikæfileika sína úr Sódóma Reykjavík. Oh la la, herðu, ég var að sjá kannski smá sýnisorn af því. Já? Hestur. Hestur. Af hverju ertu svona blár? Ertu dauður? Þetta var nú miklu betri en upprunalegu Stefán Sturla, þessi. Heldur betur. Segðu mér nú, hvað að frétta nýjustu kvikmyndinni, Hlynur? Já, þetta búið að vera löng fæðing, en loksins hún að komast í sýningu á Netflix. Það er spurning hvort að við bara kíkjum á trailerinn sem sýnir svona megin innihald myndarinnar. Ah oui, bien sûr. Besti leikarinn 2022, það er ekki að spyrja því. Þetta er, hvað segirðu, 4 klukkustundar lang mynd? Já, 4 tímar að skemmtun. Brilljant. Herðu, við þökkum Monsieur Pálmason kærlega fyrir þetta og við mælum svo með því að þið kíkið bara öll á Svavarssafn og menningun á Hornafirði. Það er, get mælt með sýninguna af Snæbjörns. Hann er svo fantastík hugmyndaríkur. Fórst þú á humarhátíðina í sumar? Humarhátíð? Var einhver humarhátíð? Já, hvað meinaru? Þetta var fín dagskrá. Staðgengill bæjarstjóra, hún hélt ávarp, parkett, það var að spila og lúðrasveitin, má ekki gleyma henni. Þetta var bara geggjað, sko. Já, það fór nú eitthvað lítið fyrir þessu. Stína frænka kom allarlegur Reykjavík til að finna þessa hátíð. Þau leituðu út andskotans allt, fundu ekki neitt og enduðu svo bara fyrir restina á flugvelli. Jæja, krakka mínir. Þá erum við loksins komin á humarhátíð, alla leið til Hornafjarðar. Já, nú hérna sem ég húkaði mömmu ykkar upp. Humarhátíð 97, tjaldstæði troðfullt. Ó já, manstu, gömlu tímanir. Það er hér sem humarinn flæðir og smjörið drýpur af hverju strái. Skrúfusleikur og slagsmál til skiptis, alveg geggjað. Já. Heyrðu, hérna, börnótið, hefur ekki að finna það og kíkja á það? Jú, það væri gaman, en fyrst verður að fá okkur humarlóku.
Já, og kúadellu lottóið, við megum nú ekki gleyma því og náttúrulega hérna hverfahátíðirnar, þær eru geggjaðar. Ó, já, og svo alltaf skrúðganga klukkan 8, við megum ekki missa af henni. Já, þetta svo þétt dagskrá, krakkar, eru þið með dagskrána, hérna? Rosa þétt dagskrá. Gamli, það ekkert á þessari dagskrá. Ekkert að vera. Svo grenjandi rigning hérna og maður að heyra það að sé ekki einu sinni hægt að fá humarinn á lengur. Hvar humarinn, hvar hátíðin, hvar falski gamli lúðurinn á flautan mín? Hvar Jói Mól, hvar fett og hitt, hvar kúadellan humar lokað og tjaldið mitt? Ég viss að það var hér allt í den. Sérðu skrúðgöngu, sérðu staðgengil, sérðu skinna, sérðu skeinirinn og kamarinn, sérðu tenglana, hvar rafmagnið, sérðu gæsluna sem ekki orðið lögráða, ég viss að það var hér allt í den. Sérðu flugvélar, þarna hátíðin, sérðu eldinn, sérðu reykinn, sérðu mannfjöldan, þarna hátíðin, hver með ballið, það Stjáni gamla og krúið hans í parketti, ég viss að það verði eins og í den. Hvað nú að sjá þér hausinn, kona? Þú ert eins og reitt hæna. Akkur ferðu ekki í klippingu eins og venjulegt fólk? Já, það nú ekki hlaupað að þau komast í klippingu. Heldur að rakararæfillinn sé ekki orðin heimavinnandi hústuska. Því miður verðum við að rjúfa þorrablótið vegna mikilvægra upplýsinga sem okkur hafa borist. Við gefum Jóhanni Hilmari, yfirmanni rannsóknardeildar Hornafjarðar, orðið. Sælverði, velkomin á þennan upplýsingafund lögreglunar. Ég Jói rannsóknarlögga. Ég superkopp með superspörm og ég bý til fullt af börnum. En það ekki erindi þessara fundar. Gjörðu svo vel. Já, og góða kvöldið, Tjörfi og Eystravotni hérna. Geturðu sagt okkur af hverju boða til þessa fundar? Jú, það kemur til vegna þess að ég, Jói rannsóknarlögregla, hef upplýst stórfellt svarkamaðskapsbrask meðan hárskera hér á Hornafirði. Meðal grunaðra eru ungir sveinprófslausir drengir og roskinn rakari. Viðskiptavinirnir teygja sig í alla anga samfélagsins og eru allt frá yngstu börnum grunnskóla upp í okkar elstu borgar og skjólgarði. Ljóst að sveitafélagið hefur orðið fyrir umtalsverðum útsvarstapi þar sem þetta stórfelldur glæpahópur og tapið meðal annars orðið til þess að hér var ekki byggð líkamsræktarstöð. Málið hófst þegar lögfræðingur sveitafélagsins keypti rakarastofu Baldvins og útbjó þar lítið skúffufyrirtæki. Einhverjar spurningar á svo söndu? Gjörðu svo vel. Já, og Tjörfi og Eystravotni hérna aftur. Hvað var ástæðan fyrir því að rakarastofan var seld? Já, ég með þá kenningu að Baldvin rakari hafi lengi haft hann draum í hjarta að verða trófíhösband. Hann lét til leiðast þegar að fyrrnefndur lögfræðingur gerði honum gylliboð sem hann hreinlega gat ekki staðist og seldi rakarastofuna. En það sem mestu máli skiptir í þessu öll og má alls ekki gleymast það var ég, Jói leynilögga, sem að leysti þetta mál. Já, við vitum allt um það.
Baldvin rakari. Ég þakka viðskiptin. Þetta var stöngininn. Nú eins og sjá má, þá gat Jóna Benny keypt rakarastofuna með tandurhreina samvisku, þar sem allir vita að stinna vex ekki hár á höfði, nema okkur staðar annar staðar. Hann aðal klipparinn í þorpinu og kjaftasögur kunnum alla þá sem bjuggu hér í þorpinu. Svo kemur Jóna Benny upp úr þurru til að kaupa staðinn minn. Þau gamle kallast trukk í gegnum árið, hvenær kemur rakarinn? Leið beint á Hástofu til Jónu, Margrétar og Elía. Ég veit samt alveg hvers ég saknaði, en það var Baldvin rakari. Þessar klippikonur kunna ekkert og vilja lita hárið mitt, en ég víst að það kunna allar kjaftasögur bæjarins. Fréttan væri að æfa sig. Hann býður líka upp á sérrakstur með sköfuna á bungsanum. Nú hef ég aldrei fengið betri snilling við að raka staðinn minn. Krakkarnir þurfa aldrei Baldvin sinn, því nú þetta rakarinn. Krakkarnir þurfa aldrei Baldvin sinn, því nú þetta rakarinn. 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 Eru þar alveg þetta í pásu? Áttu síkó? Heyrðu, já, ég er hérna með bláan Capri, veistu? Barasta, nei, svona píkusígarettur reiki nú ekki ég. Filterslausan kamel fyrir middag. Ég ætla bara að hendast þér á N1 og kaupa. Hvað vertu ekki með þetta vesen, kona? Farðu bara Ólís, það er miklu nær. Já, þú getur nú bara gleymt því. Ég versla ekki við búðina stundum opið og aldrei afgreiðsla. Jæja, Sigrún. Ertu ekki svangur? Jú, ég væri alveg til í að fá mér eitthvað í gogginn. Herru, skellum okkur Ólís. Kalli Guðna hlýtur að vera þar. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, við ætlum að hafa hérna 2 pulsur með öllu. Við eigum ekki pulsur. Nú, jæja. Herru, þá fáum við svona Ready Deli bát. Við gleymdum að kveikja á grillinu. Komdu eftir klukkutíma. Já, já. Herru, þá fáum við bara ís með dífu. Ís! Er ekki lagi heima hjá þér? Það er ógeðslega kalt úti. Við erum ekki búinir að hreinsa vélina. Komdu á morgun, þá verður til ís. Á morgun? Nei, það er laugadagur á morgun. Það er lokað. Vei! Herru, þá förum við nú bara eitthvað annað, Sigurjón. Já. Nei, sælt fyrir fólkið. Má ekki kynna fyrir ykkur nýja bæjarstjóra, Sigurjón Andrésson. Sæll og blessaður, loksins hittir maður alvöru sjálfstæðismann. Laufey Guðmundsdóttir heiti ég og ég er eigandi að Glacier Journey. Sæll og blessaður, Boggi Dóna heiti ég. Ég var mikill púllari hérna.
Býttu, hvernig þekkist þið Svafa, Herdís? Svafa, hún vann í Facebook-leik hjá mér. Það var ísbíltúr á Mólanum. Heppin. En hvað eru þið annars að brasa hér? Þetta er stuðningshópurinn virkir í athugasendum á Facebook. Við erum hérna svona aðalega til að styðja hvort annað. Það er alveg sama hvað maður segir á þessu Facebook-miðlum. Það er alltaf nýstúlka. Já. Maður má ekki tjá sér eitt lengur. Hvað ætlað þú til dæmis að gera, herra bæjarstjóri, yfir þessi helvítis fokking hloppjón sem fjúkut alla bæ? Þeir eru komin út úr raskatinu og skrattanum. Já, eins og þér á síðasta miðvikudag. Gott þú skildi minnast á þessu hoppjól. Ég elska þau. Gata verið, það er aldrei hægt að stóla neitt. Það má ekkert. Mátti það einhvern tímann eða... Hvað er að gerast þarna upp á þakinu á íshúsinu? Nei, fyrirgefiði, á hérna golfskálanum. Býtu, mér sýnist þetta að vera Venni og Gaui Björns. Er þetta ekki bara skipt þakið eins og stóð til? Já, en áttu þetta ekki að vera allur golfklúbburinn? Jú, það var nábygglega meiningin, en íshúsbræður þeir þurftu að vinna eins í forgjöfunni. Jóhannes, vaknaðu! Gestur, sæll. Sæll, það er ekkert verið að þrífa hérna. Það er að ryksu og skúra klósettinn og svona. Já, mamma og pappi ætla nú að koma eftir að þrífa. Andskotans helvitis, andskotans mömmustrákur! Nei, sæl, Jóna Benny. Jóhannes. Er það ekki bara sama vanalega? Jú, endilega. Ég bara helli búflum í glösin. Held í glösin. Lilja, viltu ekki fá? Heldu svo í tvöðu og þær Erla og Bergþóra eru rétt ókomnar. Æ, er þetta helli fyrir okkur líka? Skál. Takk. Sælar. Komið stelpur, skálið við okkur. Skál. Jæja, stelpur, þurfum við ekki að fara að halda svona konugólmót? Kalla þetta svo helviti margir og fyrirferðarmiklir, eitthvað. Hvernig getum við fengið sér flestan til að mæta? Ég er búin að hugsa þetta sem formaða mótanefndar og ég held ég viti hvað svín virki. Við höfum bara búblur og nóg af þeim og segjum að koma með hatta og þessi golfvöllur, hann mun fyllast eins og kylfis í sveifla. Geggjað! 100%. En hvernig getum við að passa að við vinnum þetta? Að ég meina, við erum með forgjöfina. Hvernig pössum við þess að stelpur kom ekki bara að rústa þessu? Akkurat, og við erum komna til að vinna. Við hellum bara hinnar fullar og pössum bara að drekka ekkert sjálfa. Geggjað? Já, skál. Skál fyrir þessu. Sælir. Sæl. Áttu ekki eitthvað að éta? Jú, já nú, franskar og franskar. Kjúkling og kjúkling og kjúkling. Og svo á ég náttúrulega þetta eðal náttúruvín. Nei, takk. Áttu ekki bara samloku með skinku og osti eða eitthvað svoleiðis? Það er bara alls ekki nógu fínt fyrir svona gólklúbb. Nei, það er einmitt það. Við höfum nú rástíma þetta eftir 10 mínútur. Getur ekki að hendi eitthvað í snadri? Já, þú meinar. Erla mín.
Já, Steinar. Herðu, við þurfum að drífa okkur á stað og taka saman hoppjólinn og koma þeim í hleðslu. Já, býta án þú fer næsta hring. Algjörlega, ég á bara teima strákum smá. Stelpur, getið þið græja þetta búblugigg þarna? Ekkert mál, farðu að drífa því þessu hoppjól. Skúp. Nei, sælir, hvað segirðu? Ég finnst þið bara fínt, en þið Íslandsbræður, lokað hjá okkur í dag, eða? Það náttúrulega alltaf lokað, sko. Við bræðirnir verðum að komast í golf, sko. Já, strákarnir þurfa að komast í golf. Að vestmæðistast túristamauðra, þeir eru farnir að standa fyrir utan hurðinni á okkur. Já, alveg óþolandi, maður. Herri, já, Alli, talaðu það. Mundir ekki alveg örugglega eftir að snúa skiltin á hurðinni og breyti loka? Gaur, rólegu maur, það stendur loka báðum megin. Já, alveg rétt. Bláar peysur og húfur flottar, í gólfinu við munum rokka. Á Silfurnesi, kepp í sumar, svaka flottar, förum stelpur, munum rokka. Gylfur sveiflast, vorum hjól í höggi, Steinar hoppar, slítur hásið, grætur mikið, ekkert golf fyrir mig. Golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar. Jó og Stinni að tefla, en Begga litla, hún vill panta. Burger franskar og vín á mér liggur, starta byrja, Jóna Benni, Lilja og Erla, löngu farnar af stað. Golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar, golfklúbbur Hornafjarðar. Sko, já, nú ætla ég að fara að taka mig á. Og veistu að ég er búin að skrá mig í hlaupahópin hjá henni Helgu Árna. Í hlaupahóp? Ég á nú eftir að sjá það. Þú ert eins og meðveik rolla við það eitt að bægslast upp á kaffistofu. Vignir, komdu drífðu þig! Vignir, komdu með búblurnar! Björn, stelpurnar þurfa að fá að drakka, komdu! Vignir, þú ert svo lengi! Komdu! Já, þurrbúk mín, ég er alveg að koma. Þetta er bara svo rosalega þungt. Já, stelpur mín, við erum aðeins að drekka meira og getum ekki láta hann vera að dröslast þetta með fullar flöskur. Sæl Helga, ert þú Helga ofurhlaupari með hlaupahópinn? Já. Það er eitthvað vandræði hjá þér. Já, það er þessi hlaupahópur. Hann er engum árangri með búblum og blaðri. Já, ég sé að það eru meira fyrir skemmtiskokk og fyllir í þessar. Já, ég verð bara að finna upp á einhverju til þess að láta þér hlaupa hraðar. Já. Býtu fyrir ekki, eru þessi í hlaupahópnum? Er þetta bjórhlaup eða? Nei, þetta er bara Barði og Ardís á hafinu. Barði ætlar að taka hoppjólið og setja það í hleðslu. Ardís er sennilega á leið á vakt á hafinu með tvíburinn í fanginu, skrifa nokkra greinar í Eystrahorn og kenna sennilega starffræðifang á Tímsileiðinni.
Já, þau hafa trúlega nóg að gera. Já. En hvað er til ráða? Sko, ég er búin að hugsa þetta mjög mikið. Þær eru mjög hræddar við fugla, alveg skíthræddar. Sérstaklega uglur. Ég fekk frábæra hugmynd. Já. Geggjaða hugmynd. Já. Ég á dróna. Já. Dressum hann upp í uglubúning. Já. Og láta það taka góða sprett. Já. Bíp. Hlaupið, stelpur! Svínvirkaði. Ég var að sjá auglýsingu að Love Island, það var að koma hingað á Höfn og verða með áheyrendaprufur. Já. Ég vona að ég komist af. Oh my lord. Nú brókasóttin alveg að drepa þig, greyið mig. Það komið að því sem allir hafa beðið eftir. Love Island Hub. Við hefjum leika á að kynna keppendur númer 1 og 2. Þær starfa báðar hjá heimilisþjónustudeild Hornafjarðar en á kvöldin elska þær að hafa rautt í glasi og kósí. Við kynnum Kollu og Jörgínu eða Jöggubeit eins og við köllum hana. Keppandi númer 3 er funheitur. Hann er sorphirðumeistari Hornafjarðar. Hann elskar að taka góða rúnta og hafa hreint í kringum sig. Hann er alveg í rusli við því að vera einhleypur. Dömur mínar og herrar, Matti í funa eða Matti on fire. Já. Þá snúum við okkur að keppanda númer 4. Þessi kappakáti drengur elskar að hafa gaman. Hann er pósthússtjóri og kemur svo sannarlega ástabréfunum til skila. Við kynnum Andra Þór. Þá skulum við líta á keppendur númer 5 og 6. Þau eru systkini og eru af Hvammsættinni. Þau eru mikið keppnisfólk en hafa hjartað svo sannarlega á réttum stað. Þau koma hingað saman í leit að mönnum. Magga og Steindór. Myndi kannski keppandi númer 7 henda þeim? Lítum aðeins á. Hann er þögul týpa sem er sjarmlegur áhugamaður, framleiðslu og neyslu á hvers kyns bjór. Heppinn að pappa brugghús. Hann er nýkominn með nýja vinnu og stelpur. Ég held þið vilji kíkja á fagblaðið hans. Sindri Elmars. Þá er komið að síðasta keppandanum. Já, haldið ykkur fast. Hún syngur eins og Helsingi að vori. Hún elskar langa göngutúra í náttúrunni og leita sér sjálfa litlum ástarstegg. Dömur mínar og herrar, við kynnum Dr. Lilju Jóhannesdóttur. Heyrðu Gróa, ég er að spá, hefur þú heyrt þetta swingersklúbbin hérna á Höfn? Swingersklúbb?
Hvaðan hefur þetta helvítiskjaftaði? Nú, frá henni Amor, í Amor. Já, auðvitað. Já, komdu sæl, Amor. Sæll, brói. Ég er að sýna Sigurjóni bæjarstjóra mannlífi hér á Höfn og fannst alveg tilvæli að koma við hjá þér. Já, það var nú gaman. Sæl og blessuður, Sigurjón bæjarstjóri. Sæll. Mikið er þetta falleg blóm hjá þér, þau eru alveg geggjuð, þetta er æðislegt. Takk fyrir. Átti ekki einhver svona lítinn og krútlega vönd handa mér? Jú. Þessi hérna er fín. Kötturinn hennar Stefaníu er búin að færa með þennan aftur og aftur, svo ég er búin að selja hann alveg 3 svar. Kærar þakkir. Já, svo var hún Amor að fara að færa sig í set og ferð hann niður á bryggju á Heppitorg. Já, hann Kalli sem á þetta húsnæði sem ég er í núna er búin að segja upp leigunum minni og ætlar að opna hér Fish and Chips það. Eða svona kannski og kannski ekki. En það er auðvitað ennþá leyndamál hverju fá pláss í Heppinni, en ég hef heyrt að hann hefði fengið pláss þar eins og ég. Og hvað verður það þennan stað? Það veit ég ekkert en ég ætla að koma að staði. En ég veit fleiri leyndamál en það hverjir eiga að fá pláss í Heppinni. Nú, eins og hverjir? Sko, fyrir utan bjórframleiðsluna hjá honum Elvari. Þá ætlar Darnoska að opna þarna pólskabúð. Svo er einhver sem ætlar að opna þarna bakari ef hann fær styrk hjá sveitafélaginu. Og ég er sko alveg óbúðslega spennt fyrir því. Kannski getur Bobby fengið vinnu þar, svona ef það passa með hinum vinnunum hans. Hann er sko morgunverða meistari. En þið vitið, þetta er auðvitað allt leyndamál. Þetta verður alveg geggjað. Þetta smell passar inn í hugmyndinni á Skinnið Þinganes nýjan miðbæ. Geggjað mannlíf og djamm! Heppan hefur vakað í milljón ár. Þegar torgið verður risið verður mikið fá. Blómabúð og bað, Darnoska verður þar. Þau reikna mæli frjókarinn sem vill ekki vera þar. Svo ætlar Skinnið Þinganes að byggja nýjan bæ. Hann verður nafnið miðbæja og það verður húllumhæ. Hann er stór við munum sjá, hann allir munir þrá. Í kaffihús og bjórgarinn við verðum öll að fá. Selfossbærinn kviknar ef dýrðina þau sjá. Bærinn okkar verður bestur, það ljóta allir að frá. Undir bæjarstjórn er komin að drífa þetta í gang. Það verður ekkert vesen, þau munu segja já. Hættu nú að drekka úr þessari andskotans flösku. Hérna, ég ætla að gefa þér almennilegt staup til að drekka úr. Sjáu hvað ég var að kaupa mér. Ég minn eini Gróa. Hvaðan færðu svona hluti? Þetta er svo astnalegt alltaf. Nú, í hirðingjunum með þetta. Ég versla bara þar. Sérðu? Gulli. Hann er ekki svangur núna svo Gulli. Nei. En Betta, nú má ég. Þú opnaði síðast. Óla? Já, tilbúin. Já, ég er svo spennt. 3, 2, 1.
Hann er ekki svangur núna. Ó, nei, sérðu allt sem er í honum? Heyrðu, það er sko bara alls konar. Ég veit nú bara ekki hvað helmingurinn af þessu er. Nei. Nú er það svart. Hvað er þetta? Er þetta ekki eitthvað svona... Æ, Óla, mér er svo illt í bakinu. Er þetta ekki eitthvað svona í bakið, eða? Þetta er mögulega svona nuttaki. En, Beta. Nei. Ertu til að láta mig fá þetta? Ég veit ekkert hvað þetta er. Ég þarf aðeins að nutta mig. Já. Og svo er ég svo stíf á milli mjaðmanna. Já. Veistu það? Ég ætla bara að kaupa þetta. Herðu, merktu það þá selt? Það er alls konar í það. Já, sko. Jesús. Baldvin seldi bara, gaf okkur skiltið sitt. Þetta fer nú fyrir einhver upphæðir. Góðan daginn hér. Sigurjón bæjarstjóri, sæl. Elísabet Einarsdóttir, en þú mátt kalla mig Betu. Þetta er alveg geggjað. Finnst þér ekki? Þetta er æðislegt, það er svo mikið af fallegu dóti hérna hjá ykkur. Já, við eigum sko allt milli himins og jarðar hér hjá hirðingjónum. Það er glæsilegt, ég var nefnilega að flytja inn í nýja íbúð og ég á eftir að dekorate hana. Heyrðu, þá ertu komin á réttan stað. Heyrðu, þetta er ekki svona. Þetta fína skurðabretti, 500 krónur eða 5.000 krónur. Þú ert nú svo launahár. Já, ég tek að ég get alveg borgað fyrir þetta. Ég læt kannski sveitafélagi bara að taka þetta. Þetta rennur líka allt til góðgerðamála. Við erum alltaf að græða fyrir sveitafélagið okkar og styrkjum í heimabyggð. Alltaf. En hvað segirðu? Þú gafst inn einhverju skopphjóli. Já. Vantar þig ekki bíl? Jú. Beta, reynda að selja nú bílið þinn. Þá getur kannski ekki Tesla eins og ég á. Já. Heyrðu, ég á fínan bíl fyrir þig. Áttu Land Rover? Ég keyri ekki öðru. Nei, við allir minn eigum svo rosalega góð Hondu sem er búin að reynast okkur vel í bara fjöldamörg ár. Svo góður bíl. Og þú kannski færð smá afslátt. Til ég að skoða það. Er það ekki? Jú. Mér langar nefnilega svo rosalega í svona Tesla eins og Óla á. Beta mín. Ég var hérna í bílskúrnum að leita flugunýtingarsettinu mín. Hefur nokkuð séð það? Það er bara í bílskúrnum. Hann efstu hillunni eða neðstu hillunni eða bara eitthvað starfna milli. Farðu bara heim að leita, Alli. Farðu bara. Heim. Þá er þetta mál úr sögunni. Ég seldi sko flugunýtingarsetti fyrir mörgum árum. Og allar þessar flessuðu flugur sem hann er búin að hnýta öll kvöld í móggræddum á þessu. En hvað segirðu? Bílinn? Heyrðu, ég tek bílinn. Já, heyrðu. Ég tek þá skopphjólið og þú tekur Honduna. Japp. Beta mín, ég ætla bara að drífa mig heim að leita flugunýtingarsettinu. Alli, komdu með lyklana. Ég seldi bæjarstjórunum bílinn og þú fer heim á skopphjólinu. Alli, Aðalsteinn, hlusta. Beta mín, er þetta nú ekki fulllangt gengið? Nei, þetta er fyrir góðgerðamál. Svona. Ég skemmti þess að fjöruna
Ég að spá að hætta að vinna í þessu helvítislúri og fá mér nýja vinnu. Og bara sækja mig í grunnskólanum. Í grunnskólanum á öllum stöðum? Hvernig anskotanum detti þið það nú í hug? Nú, ég skal segja þér það. Það eru geggjuð fríðindi sem fylgja starfinu, sko. Ok, lát heyra. Já, ég sá nýja auglýsinguna, ég prentaði hana út, sko. Auglýst eftir kennara í grunnskóla Hornafjarðar. Mjög líbó stjórnun. Stundum skólastjóri, stundum ekki. Mikil fríðindi í boði. 25 starfsdagar á hvorri önn. Stytting vinnuvikunar, haustfrí og vetrarfrí og jólafrí og páskafrí og langt sumarfrí. Já, ég skal segja ykkur það. Vaknar 8 fresh, sexy, seint og skítsama. Skamma nokkra krakka, fæ mér ávöxt og jógúrt. Klára vinnuna í snatrós og í vinnustaðapartí. Drekk 4 kaffibolla og svo beint heim í kósí. Vakna 10 fresh og ég sáttur kennari. Næ í búbluflöskuna og skála í botn. Ætti að vera að vinna en ég komin með börs. Hef unnið 2 heila dag í röð, djöfusins kvöð. Það starfsdagur, það frídag, það frídag, það starfsdagur og það frídag, og á morgun það hinn og 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 hinn. Það starfsdagur og það frídag og kannski á morgun líka hinn og hinn og hinn og hinn. Starfsdagur, jammi, jammi, jammi kvöld og hinn 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 og hinn. Vakna 3 fresh, kortir nótt eða dagur. Starfsdagur 31, djöfull þetta næs. Gríp flöska meðal búblum og við skálum í botn. Engar fréttir af stjórnendum, kannski eru við þörf. Vakna ekki fresh, því ég fór ekki að sofa. Hvar ég? Sennilega ekki mín kennslustofa. Þarf að þjóta því að það partí hjá honum Gauja. Hef ég gaman því að við ætlum að leika og flippa. Það starfsdagur, það frídag, það frídag, það starfsdagur, það frídag, það frídag. Það starfsdagur og það frídag og kannski á morgun líka hinn og hinn og hinn og hinn. Starfsdagur, jammi, jammi, jammi kvöld og hinn 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 og hinn. Já, það ekkert annað. Djöfull að hafa fínt þessi kennarar maður. Uss. En aftur að Sindra. Þeir eru alveg í ræsinu. Enga peninga. Og það er engin séns fyrir þá að fjármála þetta andskotanskjaftaði. Og hvað ætla sé bara ekkert hægt að gera í þessu? Já, reyndar heyrði ég daginn að Karfan væri eitthvað farin að handrukka. Þeir eru víst alveg að moka inn seðlum á því. Bíddu nú við, er það ekki alveg ólöglegt? Nei, bíddu fyrir. Þetta fellur alveg undir fjármálalög og er þar það ekki líka skattfrjálst. Allir vinna. Heyri, slakið á! Hvað er í gangi eiginlega hérna? Menn get ekki mikið allt sem þið vilja. Við þurfum allavega að fá nýtt íþróttahús. Þessi helvítis fótbolti þarf ekkert nema gras og 2 mörk. Völlurinn á floti. Við þurfum nýtt gervigras. Vei, þið getið bara að fengið ykkur stígvél og farið í mýrabolta þarna, aumingjarnir ykkar. Æ, strákar, kom on, okkur vantar pening í félagið. Hvað leggið þið til? Hvernig var að ná í peningi í þetta félag? Við ættum að safna dósum. Já, það er þá augljóst að við þurfum að telja þær. Þessar fótboltabullur eru svo vittlausar og kunni ekki að telja upp í meira en 1, 2, 3. Svo ættum við
að selja síld. Vei, þá fáum við humarhátíðaballið. Nei, ég hef búin að lofa fótboltanum því. Vei, 17. júní. Nei, ég var líka búin að segja með við fótboltanum það. Leikjanámskeiðin. Ekki séns, við höfum það líka. Vei, aflýs ekki íþróttahúsinu. Nei, fótboltan er líka með það. Og hvað, hefur við bara að telja dósir? Ég meina, getum við ekki neitt að gera þetta bara einhvern veginn svona saman? Ha? Anskotin hafið þetta, ég tekið þátt í þessu bulli. Þið getið átt ykkar fjáraplanir og síld og við erum farnir í mána. Nei, brói Guð þessu lof, Albert mættur. Brói minn, kottu kallið minn, kottu. Óli minn, hvað ertu kallið minn, hérna ertu. Herðu stráka mínir, eigum við ekki bara aðeins að létta á stemmingunni og taka lagið saman, ha? Enginn skal okkur hindra að koma með sigur úr hverjum leik. Við eigum Robban, stórnafnmann með snerpuboltan, vera út á velli. Við eigum Fjarkan, já Bróan með snerpuboltan, treður hon í hringinn, treður hann. Við erum í liði Sindra og enginn skal okkur hrinda, við tróðum og kýlum í hverjum leik. Bolli sekkur, hann sekkur, völlurinn, hann sekkur hon í drullu pollin. Nýja bolti, já bolti, nýja greinin okkar, þurfum ekki nýjan völl. Við erum í körfubolta og viljum á toppinn stefna og Skúli í Subway sponsar það. Við hættum þessu bull, við brotum saman, brotum þorrann, skemmtum okkur saman, gera þorra blótinu. Við erum í liði Sindra og enginn skal okkur hindra að koma með sigur úr hverjum leik. Við erum í liði Sindra og enginn skal okkur hindra að koma með sigur úr hverjum leik.
Vittu